Sæl verið og velkomin í þáttinn Frelsið yndislegt. Ég er Guðmundur Ingi. Nú eins og alltaf þá erum við að ræða allar hliðar fangelsmála, hvað erum við að gera rétt, hvað erum við að gera ránt og hvert stefnum við í þessu málaflokki. Við höfum farið yfir víðan völl og rætt við fólk úr öllum áttum í þessu málaflokki og við rættum til að mynda við hana Sigrúnu, fangaprest, en hún tók við embættinu árið 2020 af séra Hreini Hákonarsyni. En hann var fangaprestur í 20 ár og hann hefur séð þennan málaflokk breytast mikið í gegnum tíðina. En hingað er einmitt til mín kominn, hann séra Hreinn Hákonarsson, verður velkominn. Já, þakka þér fyrir það. Er það ekki rétt hjá mér að við höfum farið í gegnum þetta svolítið saman síðustu 2 áratíði? Jú, ég tók við sem fangaprestur 1993 og hætti 2019 sem sé það voru 26 ár. Og það náttúrulega gerist margt í svona kerfi sem heitir fangelsiskerfi á þetta mörgum árum og mér er það nú minnistætt fyrst að ég kom á Litla-Hraun sem fangaprestur 1993 að þá var bara nýja húsið ekki komið, það kom 95 og þá var þarna milli þessara 2 húsa sem þá voru, elsta húsið og svo húsið sem var byggt við það, þá var það bara ein deild og þegar maður kom þar inn þá var það eins og koma í einhvers konar suðupott að þetta voru kannski milli 30 og 40 menn sem voru þarna í alla vega ástandi og maður hafði ekki beint góða tilfinningu og síðan kom deildaskiptingin sem náttúrulega var bylting og maður hugsaði það sko hversuna ósköpunum skildi það hefði ekki verið reynt fyrr en hún kom og það var náttúrulega mikil bylting og bara einfalt skipulag. Þannig að var nú það sko. Voru þessar risagirðingar komnar þá? Nei, það voru ekki komnar þessar girðingar sem nú eru og það voru girðingar sem voru svona bara nafninu til girðingar og ég held til dæmis í gamla daga þá hafi menn alveg vitað það að þær voru frekar svona táknrænar heldur en það ættu að halda mönnum inni og mönnum þannig sé stóð til boða að flýja ef þeir vildu og sumir gerðu það og ekki aðrir. Það strók voru nú frekar fátt í raun og veru miðað við hversu auðvelt það var að strjúka og menn vissu það svo sem að strók það var kannski einhvers konar partí í viku og svo var viðkomandi hirtur einhvers staðar og settur í sellu og náttúrulega látið renna af honum og þess áttar og þá langan tíma sko þá var það ekki refsivert að strjúka. Síðan var það sett inn að það væri sem sé refsivert að strjúka. Mér var sagt að girðingin sem var á þeim tíma hefði nú verið aðalega svona til að halda rollunum fyrir utan fangelsissvæðið. Já, það má eiginlega segja það sko því að hún var nú ekki merkileg og ég var nú jafnvel það hún hafi verið fjárheld. Nei. En hvað þú ert nú þekktu fyrir að labba inn á alla ganga og tala við fanga og vera með kveikjaðir í vindli inn á herbergi hjá mönnum? Já. Hvernig tóku fangarnir því? Þeir tóku því nú yfirleitt vel sko og sérstaklega þeir sem voru vindlareykingamenn sjálfir því að ég bauð þeim gjarnan upp á vindil en menn tóku því nú yfirleitt vel og sko það má eiginlega segja það að fangelsið hafi verið sko reykjandi samfélag. Fyrst að maður kom þarna inn upp úr 93 nánast svo að segja hver einasti fangi reykti og það var náttúrulega og menn reyktu mikið og fáir reyktu vindla
og á vissan hátt sko var það þegar ég kveikti mér í vindli bara ákveðið svona viðbrað að kveikja í vindlinu til þess að fá betri ilm heldur en sígarettustippuna. En sem ásóldi við fangaklefana, það svolítið sígarettur svona lykt í, en það má reykja inni í. Já, það má reykja, og þá mátti svo sem reykja fyrstu árin bara allstar inn í fangelsinu. En sem betur fer, og ég sá það allavega, það breytist. Reykingamönnum í hópi fanga þeim fækkaði. Og bara þó nokkuð, þó að sé alltaf náttúrulega, þó nokkuð bráð því maður reyki, en sem maður sá það að andreykingaáróðurinn, hann virkaði inn í þennan hóp eins og aðra hópa. En ef við tökum aðeins fangahópin, fannst þér fangahópurinn vera trúaður? Það sko erfitt að segja það. Ég hef nú svo sem ótt að svara þessari spurningu þannig að fangarnir sko, þeir eru svona í það heila tekið hvorki trúaðri né vantrúaðri heldur en svona bara meðal maðurinn. En hins vegar sko, og sér lagi í hinum alvöru fullu brotamálum, að þá vaknaði upp þetta hjá mönnum vöknuðu vangaveltur upp hjá mönnum lífið og tilgang þess, hvort það væri Guð og þar fram til götunum, hvort það væri fyrirgefning og svo framvegis. Að þessar aðstæður sko, sem menn voru skyndilega komnir í, kölluðu fram ýmsa svona tilvistarlegar hugsanir. Og sem stundum gátu endað í einhvers konar trú eða sannfæringu. En það var, eins og ég segi, sérstaklega kannski hjá þeim mönnum sem höfðu brotið sko alvarlega af sér, og þá á ég við til dæmis svipta aðra manneskju lífi og svo framvegis. Minna það meðal hérna kannski þeirra sem voru í stöðurri neyslu og framfleyttu sér sko út í samfélaginu bara á bótum og svo einhverjum þjófnuðum og þess áttar. En hins vegar sko verður að segjast þann hóp fíklana að hann hafði hluti af honum, nú tala maður auðvitað bara mjög almennt, en hluti af honum sko hafði verið í miklu sambandi við hérna hvítasunnumenn, Samhjálp Fíladelfíu, og áttu þar einhlaup og voru þar kannski félagar og hvítasunnuhreyfingin hefur sinnt þessum mönnum, þessum einstaklingum mjög vel og alltaf verið opið hús og eins og vitað reka sína meðferðarstöð í Hlaðgerðarkoti og þangað hefur fjöldinn allur af föngum farið í meðferð og þó að menn hafi klikkað í meðferðin og þar fram til götunum þá einhvern veginn alltaf opið hús og þessi samtök eru með það stórt hjarta og eins verður það sama sagt hjálpræðisherinn. Þannig að þessi trúfélög svona höfðu tekið á móti þessu fíklum þegar þeir voru kannski mikilli örvæntingu vegna neyslu sinnar og annars út í samfélaginu. Já. Þannig að þeir fá bara alltaf fyrstu einhvern hjá mér sko, þau sem starfa í þessum félögum, trúfélögum. En nú starf fangaprest, þetta fullt starf væntanlega. Já, þetta fullt starf. Hvað hérna, fórstu oft í fangelsinu? Já, sko starfið hjá öllum þeim sem höfðu gengt því á undan mér, ég sé öllum þeim, þeir voru hérna tveir. Fyrsti fangapresturinn sko sem var í þessu sem sérstöku starfi var Jón Bjarmann og hann var í þessu starfi í 16 ár og svo tók við á honum maður sem hét Ólafur Jens Sigurðsson
sem var í 8 ár og ég tók við á honum. Þeir í raun og veru lögðu línuna það hvernig starfið væri unnið með þeim hætti að reyna að vera í sem beinustum tengslum við fangana. Og Jón Bjarman lagði mikla áherslu á það þegar þetta starfið embætti var sett á laggirnar. Hann kallaði þetta að presturinn var ekki fangelsisprestur. Hann var fangaprestur, hann var prestur fangana en ekki fangelsana. Og það hefur enn þann dag í dag verið sá skilningur og sá skilningur náttúrulega því að það kirkjan náttúrulega sem borgar þetta starf. En þeir lögðu sem sé línuna með það að presturinn ætti að vera í eins nánum tengslum við fangan og hægt væri og það fékkst meðal annars með því að fara inn í samfélag fangana, inn á klefa, inn á deildir og sem sé engin skrifstofa í fangelsinu, heldur bara að þú mættir manninum þar sem hann var, hvort heldur inn á klefa, inn á deild eða á vinnustað, út á velli og þar fram eftir götunum. Og það náttúrulega rífur ákveðin múr inn í fangelsinu, það ekkert á milli ykkar, heldur það bara maður gegn manni. Og ég held að þetta sé á mörguleiti mjög góð aðferð og í stað þess að láta menn panta tíma eitthvað þess áttar og ég þekki það úr fangelsum til dæmis á Norðurlöndum að prestar þeir mega ekki fara inn á fangaganga nema bara í ákveðnum aðstæðum. Fangarnir eiga að panta viðtöl við þá og það þýðir í raun og veru líka að það ekki allir fangar sem fara að panta tíma hjá einhverjum fangapresti nema einhverja brýnar aðstæður eða einhvers konar trúar vangaveltur séu fyrir hendi. En með þessari aðferð að fara bara beint inn á gangan og tala við menn, eins og maður við mann, það að vera manneskja, það að vera manneskja bæði bara í hversteginum og hverstagur fangans þessi inn á deild, inn á klefa, á vinnustað, út á velli og hvar sem og það svona lífið. Það þarf ekki að setja sig einhverja trúrækilega stellingar eða þess áttar og það sem hófst með þessu að það voru ákveðin kynni milli pressins og fangana sem oft voru ekki með nokkurn einasta svona trúarlega bakgrunn eða einhverja trúarlega pælingar svona hefðbundnar, heldur það bara eins og maður kynnist einni mannesku og manneskjan hún náttúrulega fæst við margt og hugsar margt og það ekki alltaf sem hægt að setja einhvers konar trúarmerki með á það. Nei, en þetta starf, þegar væntanlega fundist þetta svolítið gefandi eða ekki? Jú, starfið var náttúrulega á margan hátt auðvitað gefandi og það að kynnast þessum hópi þjóðfélagsþegna sem búa við þessar aðstæður að vera í fyrsta lagi fangelsi og kannski ekki tilviljun að meiri hluti fangana hann kemur úr ákveðnum bakgrunni og hvað sem hver segir þá svona bakgrunnur flestra fanga, alls ekki allra en svona flestra einhvers konar brotinn bakgrunnur. Það mjög margir fangana og mér fannst margir hverjir oft verið að segja sömu söguna þegar maður spurði þá það hvaðan þeir væru og hvernig þetta hefði verið hjá þeim í æsku og það var yfirleitt óregla foreldra eða þeirra sem sáu þá og þá
var fátækt, getur maður sagt bara. Ég meina heimilin voru rekin á einhverjum alveg í algjöru lágmarki og oft undir hælnins sett hvort að viðkomandi sko, sem barn hefði fengið að borða og allt þetta og sem sé koma úr þessu brotna umhverfi þar sem óregla setti mark sitt á allt og ekkert utanumhald. Og síðan einhvern veginn leið vegna lítils, ég vil segja það, utanumhalds í uppeldinu, sko, þá leiddust margir þessar einstaklinga bara í kringum fermingu út í óreglu og flosnuðu upp úr skóla og fóru í vitleysu. Þannig að grunnurinn var þessi hjá mjög mörgum og svo þetta sem við vitum hvernig þetta gengur fyrir sig og þá er að tala fíklana sem eru þá bara að fjármagna sína neyslu með ábrotum og þetta er svona vítarhingur sem menn festast í en starfi var sem sé gefandi, það var nú spurningi hjá þér og svo það ef maður fann til þess að maður gat hugsanlega haft jákvæð áhrif á menn og það er þetta að hugsa þannig sko að reyna að hafa jákvæð áhrif á menn. Þannig að þú vantilega sé marga að koma aftur og aftur. Já, það sko, eins og við veitum, sko, það er alveg fastur hópur sem kemur aftur og aftur og þegar maður var búin að vera dálítið lengi í þessu, þá sem sé rann þetta sama hjá sumum. Einhver hafi reynda skroppið út kannski í mánuð og hirtur aftur og allt í steik og vitleysu. Þannig að, en ég held, og þú veist nú kannski betur en það, nú orðið Guðmundur heldur en ég, sko, að endurkomutíðni hafi lækkað og að það sem býður manna fyrir utan eftir fangelsisvist, það sé kannski að einhverju leiti skárra. Og við hefum ekki að gleyma því kannski að nefna vernd í þessu sambandi að ég var nú formaður verndar í 10 ár og var í stjórn verndar þegar samningurinn var gerður við Fangelsismálastofnun 1995 eða 6 það að fangar getur lokið síðasta hluta afplánunar á fangaheimilinu og það var farið mjög varlega af stað mjög hægt og voru fáir sem fengu að njóta þess en síðan vatt þetta úrræði upp á sig og nú geta menn verið þarna alltaf upp í meirinn ár held ég 16 mánuðir 16 mánuði, já að lokinni sem sé afplánun í fangelsi þannig að það er náttúrulega stórt skref og menn hafa talað að fleiri slík áfangahús þyrfti að opna og þrátt verið menn hafa líka gagnrýnt þau og talið eitt og annað sko mætti fara betur og vera á öðru vísi og það var nú lengi vel og það var nú kannski það sem var nokkuð gagnrýnisvert að allir voru skikkaðir á A-fund og menn kvörtuðu dálítið undan þessu en það er nú breið sko. Hvernig kemur það til að þú ferð í stjórn eða hússtjórn? Þú varst formaður verndar? Já, ég var formaður verndar hérna í 10 ár sko. Það má ég segja það sko að saga verndar þá nú talið að samtökin sem stofnuð 1960 formlega þó það hafi nú hafið störf fyrir 59 þó hún hefur alltaf verið á vissan hátt var á vissan hátt tengd kirkjunni að konan sem sko var aðal sprautan og hvatamaðurinn í vernd var prestsfrú Þóra Einarsdóttir hét hún og hún hafði kynnt sér rekstur svona heimilis fyrir þá sem voru að koma úr fangelsi hún hafði kynnt sér það í Danmörku og varð uppnefin af þessu að opna svona hús fyrir menn sem voru að koma úr fangelsi og höfðu hvergi höfðu sína að halla
og hún hratt þessu af stað. Og þá fekk hún meðal annars á sínum tíma sko þegar hún var að stofna þetta sko til dæmis ungan prest sem fyrsta formann, Bragi Friðriksson, var prestur lengi í Garðabæ. Hann var formaður í ár og svo var nú Jón Bjarma lengi þarna og fleiri prestar í stjórn og svona gegnum tíðina. Er þá núverandi fangaprestur líka í stjórn? Ég veit það ekki sko, hvernig það er. Ég held ekki sko, því að það voru ekki allir fangaprestar í stjórn Verndar. Forveri minn, Ólafur Jens Sigurðsson, hann var ekki í stjórninni, en sem sé það hafa oft svona kirkjunamenn komið nálægt þessum samtökum og þau hafa breyst mjög mikið því að þau voru náttúrulega á sínum tíma bara fyrir þá sem voru að koma úr fangelsi búnir að afplána og voru kannski á reynslulausn eða voru frjálsi menn og höfðu hvergi sem sé húsnæði, fengu þarna inni gegn lágri leigu og skilyrði var náttúrulega að vera edrú þarna inni og það að vera að leita sér að vinnu. Já. Og það gekk náttúrulega upp og ofan og ýmsar sögur hafa farið að því og alls konar vesinn og sumt gekk vel og annað illa og það er bara eins og gengur og gerist. En ef við færum okkur í aðstandendur fanga, hvað segðu okkur aðeins frá sálgæslu hlutverkinu kannski varðandi aðstandendur? Já, það sko, það er náttúrulega það sem er svo sem hvergi skráð en það var náttúrulega auðvitað mismikið og maður gat ekki svo sem ráði í það hvernig á því stóð en stundum var mjög mikið það að aðstandendur óskuðu eftir viðtali og ræddu málin komu til manns eða hringdu til manns eða maður fór heim til þeirra og svo gat þetta einhvern veginn dottið niður. Maður gat ekki alveg ráði í það hvað það var. En fyrst og fremst voru áhyggjur sko aðstandanda þær að viðkomandi sko fangi, viðkomandi einstakling sem var að fara inn til afplánunar, að hann væri að fara inn í hættulegt umhverfi. Og þá voru það sem sé mæður, lang oftast mæður, sem höfðu samband og voru hræddar soninn að hann væri að fara inn í hættulegt umhverfi sem myndi sem sé, reynast honum hættulegt og myndi jafnvel spilla honum enn meira, svo að talað og auðvitað var fólk ofta að hugsa sko hvort viðkomandi gæti ekki farið bara beint þá á Kvíabryggju og það var nú þannig í gamla daga að yfirleitt voru yngri menn og í fyrstu afplánun bara sendið beint á bryggjuna og það var svo hugsun í kerfinu og bara var fín hugsun en nú svo voru náttúrulega yfirlega aðstandendur í hinum alvarlegustu málum sem maður kynntist og ræddi oft við og nú tíma milli minni mig 1990 og 2000 þá var sett af stað félag aðstandenda sem hét Aðgát og það starfaði í einhver ár og starfaði bara mjög vel og fundi voru vel sóttir og þá sem sé komu aðstandendur fanga saman og þetta var jákvæðist og besta mál vegna þess að aðstandendur fanga sko eru oft svona ósýnilegur hópur og veit svo sem ekkert vera að þeita lúðra yfir því að sonur eða dóttir siti inn í fangelsi en er með alls konar áhyggjur og kvíða fyrir hönd viðkomandi og fyrir hönd barna viðkomandi fanga og þar fram til götunum. Þú komst aðeins nálægt þessu starfi? Já, ég sótti alla fundi yfirleitt hjá þessum samtökum sem hétu Aðgát og það voru, eins og ég segi, fínir fundir og fólk talaði saman og tjáði sig
og en þetta félag lognaðist út af og ég veit ekki af hverju sko, en þó mér fannst sko svona undir lokin þá einhvern veginn fór að fækka í félaginu, kannski bara þetta gamla áhugi dofnar og eitthvað svona og kannski að einhverju leyti sátu eftir einstaklingar sko sem voru farnir að sem sé gagnrýna kerfið. Sko félagi var ekki hugsað þannig. Það var hugsað þannig að einstaklingar kemur saman og töluðu sem sé sína ættingja sem voru inn í fangelsinu og svona sé hvernig væri hægt að styðja við baki á þeim og svo framvegis. En þeir voru farnir að gagnrýna kerfið kannski að einhverju leyti réttilega og einhverju ekki réttilega. Það var að fara að snúast dálítið sko, sem sé það að refsingin sko, fangelsisvistin sko væri ranglát. Og þá var þetta alltaf deil það, en dómur er dómur. Og það mann deil ekki dómaran og allt það. Ég get sagt þér að aðgátt það er svona í starthólunum að starta aftur og þeir ætla að vera með aðstöðu hér og eru svona að hittast einu sinni mánuði en það er búið að vera að frestast hver mánaðamót út af COVID sko. En svona er þetta. En varðandi fangelskerfið sjálft að þið verum að gagnrýna það stundum. Hvað finnst þér að mætti gagnrýna eða breyta? Sko fangelsiskerfi er náttúrulega sko út af fyrir sig náttúrulega hræðilegt kerfi að það þurfi þetta kerfi að það þurfi að læsa manneskjur inni það þurfi að taka fólk úr umferð og setja bak við lás og slá eins og heitir á gamlu máli en þetta er sko nauðvörn samfélagsins að viðbrögð samfélagsins við því þegar einstaklingar ráðast gegn einhverjum sameiginlegum gildum og trakka þau í svaðið og þessi sameiginlegu gildi er búið að setja í lög og þetta er sem sé viðbrögð samfélagsins og í raun og veru náttúrulega mjög frumstæð viðbrögð að taka fólk og loka inni. En við vitum það náttúrulega að fangelsin eru meiri í dag heldur en bara lokaða stofnanir. Að þau hafa þróast og þróast í þá átt að menn sjá náttúrulega, allir sjá gallan í grundvallar sko stoðkerfisins innilokuninni. Og menn vita það að þessi innulokun sko, hún hefur skaðilega áhrif og þá byrja menn með skynsemi sinni að reyna að finna leið til þess að vinna gegn þessum niðurbrjótandi áhrifum kerfisins og þá náttúrulega bara grípa menn til góðra og einfaldra hluta eins og það að bjóða upp á menntun, bjóða upp á tómstundir og bjóða upp á vinnu og að leiða menn einhvern veginn út úr strangasta hluta kerfisins skref fyrir skref inn á það sem menn geta verið léttstígari eins og nú er. Þú dreifðir, þegar þú mættir í fangelsin þá dreifður einmitt bæklingum alltaf og maður gæti séð stundum að þú varst að gagnrýna kerfið á mjög kurteislegan hátt. Já. Sko gagnrýna, sko eins og ég segi fangelsiskerfi er hræðilegt kerfi en það er sko nauðvörn. Það er nauðvörn samfélagsins. Ég veit ekki hvort að margir myndu vilja sko horfast í augu við það að setjum svo einhver gengi hér út á götu og dræpi 2-3 einstaklinga að það er ekkert gert. Viðbrögð samfélagsins alveg frá fornum fari hefur alltaf verið það að taka á því
einmitt. að reyna að uppræta glæpinn. Og hér fyrr á öldum áður en formlegt ríkisvald kom til sögu og kongar og keisar réðu, að þá voru viðkomandi glæpamenn teknir af á staðnum. Það voru ekki réttarhöld en þess áttar. Það er ekki fyrir miklu síðar sko þegar kemur formlegt ríkisvald með lýðræði og lög. Áður fyrir voru bara kongarnir sem voru lögin og þeir bara sögðu til hvað þetta að gera, og ef einhver var öðrum að banna þá var hann bara heintur upp í næsta gálga, og þannig var það með þessi Ameríku á 18. öld sko að í Villta Vesturinu sko ef einhver var öðrum að banna þá var það bara borgaraleg líku við skylda að ef þú hefur upp á morðingjanum að bara hengja upp í næsta gálga. Þannig að en sem sé kerfið er svona í grunni sínum, það tekur fólk úr umferð. Og þá er spurning, hvað gerum við meðan við erum með fólkið á okkar ábyrgð og innan dyra? Og hugsunin er svo núna og hefur náttúrulega tekið nokkra áratugi að þróast. Reynum að, eins og hefur við kallað, betra manneskjuna. Eða með öðrum orðum gera hana betri stakk búna til að takast á við það sem býður þeirra fyrir utan þessa veggi út í samfélagi frjálsra manna. Og þá vitum við hvað það er. Það er að vera vinnufús, geta átt fjölskyldu, vera edrú og hafa einhvers konar vinnu. Finnst þið vera nóg gert í þessu núna? Eða finnst þið vera næg? Nú er kannski erfitt vika að svara veit það er námsframboð inn í fangelsunum. En svo Litla-Hrauni, við vitum, þar er rekinn skóli og þar sem hefur gert marga góða hluti. Og það er einhvers konar námsframboð í öðrum fangelsum og bæði þeim opnu og eins og Hólmsheiðin, nákvæmlega hvernig það er núna veit ég ekki. En hins vegar þá verður líka að segja það náttúrulega að hópurinn, fangahópurinn, hluti á honum, hann, eins og margoft hefur komið fram og engin stór tíðind að segja það, glímir við alls konar raskanir og greiningar sem gerir nám svona örðugra eða svona snúnara heldur en fyrir aðra. Og þannig að það er vandasamara að reka skóla inn í fangelsi heldur en bara fyrir utan, vegna þess að fangarnir eru svo misjafnir og eins og ég sagði hérna áðan margir hafa hrokkið út úr skólakerfinu kannski bara 14-15 ára og svo er það ekki allir geta lært á bókin eins og heitir og þá hefur maður kannski saknað þess að hið verklega nám það hefur ekki kannski fengið nægilega háan sess eins og því kannski ber en já, þá á ég við til dæmis smíðar og annað þess áttar iðnnám og nú svo er náttúrulega verður líka að segja að það nám er kannski ekki fyrir alla einhvern skólanám kannski vantar þá starfstjálfun og þá er einhver starfstjálfun eða eitthvað þess áttar skilja að vekja áhuga á einhverju og það er náttúrulega og við vitum allt svonalega auðvitað krefst mannafla hálfu kerfisins og fjármagns og þá er það bara alltaf þessi gamla spurning með svona kerfi hvort sem kallar skólakerfi, heilbrigðiskerfi, fangelsiskerfi hvað er lagður mikill peningur í þetta og það er náttúrulega stýrið dálitlu og hvað leggur samfélagi mikla peninga í þetta og það hefur kannski verið þannig með þetta kerfi
sem heitir fangelsiskerfi að samfélagi hefur ekki verið nógu ötult við að þá hafi við fjárveitingavaldið að leggja nægilega pening í þetta og nú að margir stjórnmálamenn náttúrulega sko fangelsis og stjórnmál fangelsismál hafa ekkert verið í ofarlega á listum hjá stjórnmálaflokkum vegna þess að ég held það og þykist einhvers staðar að lesi það eða ég held að bara almennt að þá draga stjórnmálaflokkar svona markalínu því að þeir náttúrulega hugsa auðvitað sína stefnu og þess að það eru aflinni fylgis og þeir vita það að megin trendi í samfélaginu það bara almenningur hann vill láta loka inni og ef þú fer eitthvað að tala það að opna einhverja rifur og dyr þá getur þú bara mist atkvæði hjá ákveðnum hópi. Nákvæmlega, ég held að það sé að breyta staðins núna. Það getur vel verið til dæmis bara með þessum eins og félagsmálaráðherra hefur verið að koma með frumvörp. Já. En hvað nú eru margir fangar heimilislausir þegar þeir eru að losna. Já. Þú komst eitthvað að stofna dagseturs eða hvað? Nei, ekki þess aftar en eins og hjálpræðisherinn rak dagsetur. Ég veit ekki hvort það var fyrsta formlega dagsetri rak það út á Granda. Já. Döfferisegi sem hann kallar svo í gamla daga og því var svo lokað og nú rekur kirkjan dagsetu fyrir konur og koma því hér að, heitir Skjólið og í Grensáskirkju í kjallaranum þar og það fyrir heimilislausar konur eða konur sem hafa hvergi aðstæður yfir daginn og marga þeirra koma úr konungkóta og þess áttar. En þetta líka bara einn partur af þessum þessu vanda þessa hóps sem fer inn í fangelsi og sérstaklega og fyrst og fremst þeirra sem koma aftur og aftur inn. Þeir eru heimilislausir. Vegna þess að lífstíl þeirra náttúrulega kallar á vissan hátt á heimilisleysi. Það er að segja, hvað á ég með því, að þeir eru náttúrulega flestir á örorkubótum eða bótum frá félög og sá peningur fer í neyslu og þess áttar og rugl eins og heitir bara á þessu algenga máli og húsnæði, jafnvel þó það sé á vegum félagsbústaða eða opinbera aðila, þá kostar það líka sitt, það greiða allir leigu. Og hún getur alveg verið 80.000 kall upp í 100 rúmar fyrir eitt herbyggi og það kannski bara ekki innan rammans, þannig að viðkomandi eru heimilislausir og við þekkjum líka þann hóp sem í smáhýsonum sem óreglu fólk áfram í óreglu og sumir dettin í fangelsi þaðan og svo gengur að gerist og þannig að lausn á þessum vanda sem heimilisleysið ég held maður leysi ekki þann vanda nema leysa fíknivandan. Þar rótin. Ég meina eins og við vitum það fíkillinn hann getur 1 milljón á no time. En hvað Þannig að þetta dálítið hvað maður að segja, ekki óleysanlegu vandi. Hann illleysanlegur og þú verður, því að hann svo margþættur það er ekkert eitt atriði fangelsi, heimilisleysi, fíkn, menn þetta tengist allt saman og það verður einhvern veginn að taka á öllu. Og það hægara sagt en gert, við vitum það náttúrulega. Og sumir eins og við vitum líka komast aldrei út úr þessu og deyja fyrir aldur fram. En þú hefur víða komið við, þú varst líka ritstjóri Vendablaðsins og skrifaðir í það töluvert. Já. Þú ekki ennþá því eða? Nei, eftir ég hætti sem sé 2019 þá alveg krúplaði mig frá þessu öllu. Og
og hérna, já, ég var ritstjóri Verndarblaðsins og ég líka gaf út lítið blað sem ég kallaði í fangelsunum einu sinni í mánuði sem ég hétt Á leiðinni og hugsunin var að hafa þetta nafn Á leiðinni, það er allir á leiðin út. Já, já. Það var svona hreyfing í því og það sem ég var að skrifa eitt og annað og svo svona síðustu kannski 3 árin þá var ég með vefsíðu sem hétt fangelsismál.is og það sem ég skrifaði eitt og annað og sem sé því að þannig það er mjög mikilvægt að það sé umræða þessi mál að þetta er samfélagsmál, alveg rosalega samfélagsmál og við vitum það að þetta er dýrt mál, ekki bara fyrir þessa einstaklinga sem eru í fíkninni og eru að rústa lífinu sínu og annara og svona, þetta er bara svo gárur á vatni, sko, hefur víðtæk áhrif. Það er dýrt fyrir þá og svo er dýrt fyrir samfélagi að reka sko fangelsiskerfi sem er svona eins og ég sagði sko með náttúrulega bara innbyggðum göllum í sem alltaf verða þegar verða að loka fólk inni og þá kostar að reka þetta og kostar mannskap og allt þetta og við talandi mannskap sko og fangelsi þá verður líka að segja það sko að ég held að íslenska fangelsiskerfið hafi verið mjög heppið með starfsfólk og þá er fyrst og fremst að hugsa sko fangaverðina sem maður kynntist náttúrulega langt best sko í starfinu sko og maður sá sko hvað margir fangaverðir sko gátu verið sko á við bestu sálfræðinga og presta sko og alveg ótrúlegt að sjá þá sko. Já, já. Hvað er hérna, þú komst líka að hérna, þú varst fórsprakki Englatrés. Já, hvernig Englatrið, já. Já, það voru hvað, gjafir fyrir börn fanga? Það voru gjafir sko til barna sem fangar eiga og þetta er hugmynd sem er nú sko erlend að uppruna og hugsuð þannig að fólk, almenningur gefi börnum sem fangar eiga jólagjöf. Hópur sem er ósýnilegur, ég nefndi áðan sko aðstandendur, en það er til þess börnfanga, algjörlega sko ósýnilegur hópur og sem býr við auðvitað misjöfn kjör því að ég held að segja það að flestir fangar sko þeir eiga börn og auðvitað sinna þeim náttúrulega misvel. Ég meina, sér lagi þegar fíkn er til staðar sko, þá fíknin alltaf númer 1 og allt annað er númer 2 og 3. En sem sé þeir eiga börn og hugmyndin var svo að almenningur gæti glatt börn fanga með því að gefa gjafir og þá á vissanátt gengi út frá því að aðstæður barnsins væru sko báari heldur en aðstæður annarra barna og það er svo sem upp og ofan þannig að ég hafði bara samband við fanga inn í fangelsinu og spurði hvort þeir ættu börn og hvort þeir væri tilbúin til að taka þátt í svona verkefni og þeir gáðu mér upp nöfn barnanna og ég skrifaði þau niður og svo skrifaði ég bara leyninafn í stað réttanafnsins og svo var því dreift meðal fólks í Grensáskirkju á fyrsta sunnudegi aðventu og það kom svo með pakka í kirkjuna og ég var eins og jólasveinninn, skrifaði nýtt spjald með réttanafni og það stóð bara frá vini eða vinkonu og þetta var ágætis framtak og þó ég segi sjálfur frá og sérstaklega sko gagnvart samfélaginu og hugsa þannig að vekja athygli fólks á því að fangar eiga börn. Hvað sem verður sagt fanga þá eiga börn. En hvað er þetta statt í dag? Í dag sko er þetta statt já, góð spurning nema það er náttúrulega COVID breytti ýmsu og svo held ég að ég veit ekki sko að hvort að persónuverndarlög geta hugsanlega komið eitthvað inn í þetta þar að segja
ég sem fangaprestur, sko, maður þurfti að spyrja lögfræðinga að því, sko, hvort maður megi spyrja fanga, jú, þetta geti spurt fanga hvort hann eigi barn og hvað það heiti, en það er spurning hvort ég megi fara í svona aksjón með barnið, jafnvel þótt að það sé sko undir dulnefni. Veit það ekki, en svo, sko, þetta var náttúrulega heilmikið stús. Ég meina, það fór alveg í, sko, ég byrjaði kannski í í nóvember, miður nóvember, að huga að þessu og allt þetta og síðan að útbúa þess að pakka, þurfti hann ekki að pakka þess inn og allt þetta og sem betur fer þurfti ég aldrei að fara í það, sko, eins og var sagt pakka sem voru settir undir einhvern jólatrí í Kringluna, menn voru að setja einhvern áfagnu í bakkana. Það var aldrei neitt svoleiðis sem kom upp. Að það gekk allt upp og þannig að hvar er verkefni stað, sko, ég veit ekki satt að segja en það koma nýjar áherslur með nýju fólki og svo er spurning hvort það geti eitthvað annað þjóna sama hlutverki. Eins og ég segi, megin hlutverki var að vekja athygli fólks á því að fangar ættu börn. Ég held í raun og veru, það var ekki spurningin það að börnin fengi ekki jólagjafir. Ég held ekki. Ég held að kannski einhver dæmi það, en langflest fá gjafir og það er oft yfirflóð af jólagjöfum og það eru margir sem vilja aðstoða sem betur fer, fólk sem býr við bákjör og þess áttar og margir fangar vildi ekki taka þátt í þessu, sögðu bara hreint út, já, mitt barn fær alveg nóg á jólagjöfum. Já, já. En ef við færum okkur aðeins í baráttuna brauðið, þar að segja prestaköllin, hvað er staða fangaprest, er hún eftirsótt? Það voru nú hvað, á 20 manna sem sóttu? Já, það voru nú einir, sko, 10 sem sóttu Já, sko, ég held að sko, mörgum þykir, sko, þessi starfsvettvangur vera spennandi og hann er náttúrulega allt öðru vísi heldur en venjulegt preststarf. Þegar ég kom í þetta starf 1993 þá var ég búinn að vera prestur á Snæfellsnesi í sveit í 11 ár og það var bara svart og hvítt og ég held að mörgum þykir, sko, þetta vera spennandi vettvangur til þess að kynnast og vera tíma í og ég sá það, en það var bara of seint þegar ég var búinn að vera 26 ár og hætti, þá sá ég að ég hefði átt að hætta fyrr og það þú veist það ekki fyrir en bara allt í einu að þú ert búinn að vera á lengi og þess vegna er víða, sko, sett mörk á það að hámarkstíma á það hvað menn eru lengi í svona störfum. Er þetta kannski ráðlegging til núverandi? Já, ráðlegging bara til allra sem þurfa að sinna svona starfi sem, sko, þú kannski heldur að hafa ekki mikil áhrif á því svona sálarlega en kannski leggjast með öðrum hætti og svo kemur það fram þegar þú áttaði á því bara, ég var á lengi. Þannig að það er best að vera, sko, hæfilega lengi á hverju starfsvettvangi og svona huga að sjálfum sér en svo má vel hugsa, sko, þetta starf hér, fangapreststarfið, það er náttúrulega tekur til allra fangelsana og það krefst svona ferða á milli fangelsa þegar árferði er eðlilegt, en nú hefur eins og við vitum allt verið óeðlilegt í rúmt ár og við sjáum nú vonandi fram úr því að þá er þetta svona fjölbreytni en þetta gerir ákveðna kröfur en það gefur líka að kynnast fólki og þessum vettvangi bæði föngum og ekki síður eins og segja að kynnast náttúrulega starfsfólki fangelsanna. Því að það er allir á vissan hátt að vinna sama marki og maður sá það til dæmis með starfsfólks fangelsanna, sko, þegar fangar klikkuðu í einhverju úrræði
hvað menn tóku það nærri sér, sko. Hreinn Hákonarson, við getum verið hér í allan dag að Já, ræða já. málin og hérna, Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma. Já, takk sömuleiðis Og- og gangi ykkur vel í afstöðu. Þakka þér fyrir og ykkur þakka ég fyrir að hlusta og við sjáumst í næsta þætti.